dag erum við með alveg splunkunýjan bíl frá Brynborg sem heitir Ford Puma. Þetta svolítið sérstakur bíl að því leytinu til að þetta jepplingur, sportjepplingur sem hefur verið valinn bíl ársins í Evrópu núna 2020. Þetta fallegur bíl eins og sjáum á og hann kemur núna standard á 17 tómu álfölgum. Hann til dæmis með stefnuljós í speglunum eins og við sjáum við. Hann með lyklalausu aðgengi. Hann með þessu hérna sjáum við. Hann með Easy Fuel sem þýðir það að þegar maður kemur á tanka þá setur maður bara dæluna beint hérna inn í og þarf ekki að skrúa neitt og vissinast. Það mjög þægilegt. Nú, sérstæða þessa bíls kannski pínlítið þannig að ljósin, meðan við að þetta sé Ford, að þá eru ljósin svolítið öðruvísi. Þeir hafa breytt aðeins hönnunina á ljósunum og hann sker sig ekki út úr Ford ættinni eins og við sjáum hérna með grillið. Það Ford grill á þessum bíl. Nú, það uppbyttuð framrúða í Titanium bílnum. Hann kemur í tveimur útgáfum, Titanium og Titanium X. Og hann hægt að fá í alveg geggjuðum litum með þennan bíl. Það hægt að fá hann allt frá svona steingráum og upp í það að vera Racing Red eða Design Blue. Nú, hann með svona aðeins lituðum rúðum og dekkri hérna aftan sem gerir hann mjög sportlegan. Og ef við kíkjum aðeins inn í hann hérna, þá sjáum við hvað hérna skemmtilegur frágangur á þessu. Það svona galla efni í sætunum, það mjög smart og svo það með mjög vel bólstruð sæti. Þau halda alveg ágætlega að hérna. Það stokkur hérna fyrir hendina þegar maður að keyra og það þægilegt að sitja í þessum sætum, þau halda vel að. Svo standard í þessum bíl, staðalbúnaður, það nudd í bakkinu, bæði upp og niður. Það getur stillt það. Það stillanlegur hiti í framsætunum og það hægt að hækka og lækka sætið náttúrulega. Svo erum við með aðdráttar og hækka og lækka stýrið. Það sem sagt staðalbúnaður. Nú það loftkæling í honum, það uppbytta stýri og það hiti í afturrúðum náttúrulega eins og í allflestum bílum. Nú, 8 tómu skjár, það hægt að stilla tengja símanum við Apple CarPlay og Android Auto og hann með íslensku leiðsögukerfi sem mjög skýrt og skjárinn mjög snappi líka. Hann skýr eins og skjárnir í Ford yfirleitt. Nú það lítill 4 tómu skjár hér í mælaborðinu og sem gefur upplýsingar svona þessa helstu hluti. Það akreinar hérna og það árekstravörn og það cruise control. Reyndar ekki með hraðatakmarkara en það kemur svo sem ekki að sök. Nú það rafmagn í rúðum frammi og aftur í og það aðfellalegi speglar. Það hérna forritanlegur lykill og svo eitt atriði hérna sem alveg ómissandi og það þráðlaus hleðsla á símanum í þessum snjalla bíl. Þessi bíl byggður á greind Fiastu og hann bæði breiðari og hann aðeins lengri og hann hærri. Fyrir utan það að það lengra milli hjólana. Og þessi bíl til dæmis, hann með þannig búnaði, það sjáum við nú, að við erum hérna með mjög þægilegt skottpláss. Það alveg áberandi meira skottpláss í þessu heldur bílum, samkeppnisbílunum sem eru til dæmis eins og Volkswagen T-Roc og Nissan Juke. Hér til dæmis festingar, þetta húka í hérna. Snilldin í þessu sú að hér niðri bara hreint og beint 50 lítra geymsla. Hér væri hægt að koma á gólfsetti eða til dæmis ef það væri verið að fara í blómavall að kaupa sumablómin þá getur maður sett og hér niður. Og ekki nóg með það, ef við tökum þetta hérna upp að þá hægt að taka þetta lok upp hérna. Sjáu þér.
svona og það er hægt að skóla út úr hérna hólfinu og það megi vera 50 kíló hérna í þessu, þannig að þetta er algjör snilld og geymslurýmið í bílnum verður fyrir vikið miklu meira. Þannig að Ford Puma geggja pláss. Ef þú tekur X-bílinn, Titanium X, þá ertu með að auki, það er 18 tómu álfelgur, þú ert með Bang & Olufsen hljómtæki með 10 hátalurum og það er bassabox í honum sem að gera aksturinn alveg hreint unaðslega, hann geta verið með góða græjur og spila skemmtilega músík. Nú, ef við skoðum aðeins aftur í bílinn, þá er alveg ljómandi pláss í þessum bíl og ég er nú frekar hávaxinn, stór og mikill. Sætið er í öftustu stöðu og ég get sitið hérna með herkjum en það er hins vegar ekkert svakalega hátt hérna undir en það sleppur. Þannig að ef ég væri til að sitja í þessum bíl og það væri verið að keyra, þá myndi ég biðja ökumanninn að færa sætið pínlítið fram á svo að það færi vel um mig. Nú annars get ég gert svona, ég meina þetta er ekkert vandamál og þá er mjög þægilegt að sitja hérna. Ég get alveg hugsað mér að sitja hérna til Egilsstaða, ekkert mál. Aga Ford Puma er bara alveg frábær skemmtun. Þessi bíll er mjög léttur og skemmtilegur í akstri og það sem er alveg sérstaklega þægilegt við þennan bíl er að hann er mjög snöggur upp. Hann er mild hybrid sem þýðir að það er lítill rafmagnsmótor sem að hjálpar til við að koma bílnum á stað. Hann dregur sig svo í hlið þegar maður er kominn á ferð. Eins tekur hann við þegar maður hægir ferðina og lækkar þannig eyðsluna leið. Nú, þessi bíl er með alveg sérstaklega næmu stýri. Maður tekur alveg eftir í. Hann er sem sagt beinskiptur með 125 hestafla vél, EcoBoost 1 lítra sem er nýja línan í vélunum hjá Ford og það sem kemur mér á óvart það er hvað bíllinn er snöggur og hann er mjög næmur í stýrinu. Overall þá er þetta bara mjög skemmtilegu bíll og við mælum með honum hérna hjá Bílablokk.